Kæru Grindvíkingar, okkur langar með þessum fundi að koma áleiðis til ykkar með eins skýrum hætti og hægt ástæðum þess að hvorki verða safnskólar næsta skólaár né skólahald í Grindavík. Þá viljum við líka koma áleiðis upplýsingum til foreldra næstu skref fyrir komandi skólaár. Á meðan óvissa ríkir vegna yfirstandandi atburða á Reykjanesi lykilatriði að við tryggjum stöðugleika í lífi barna og minnkum álag á grindvískar fjölskyldur. Við erum enn í miðjum atburði. Eins og fram hefur komið verður ekki skólastarfi í Grindavík næsta skólaár. Safnskólar fyrir leik- og grunnskólabörn verða lagðir af og öll börn munu sækja skóla sem næst sínu heimili. Við áréttum að Grindavíkurbær mun áfram sinna lögbundnum verkefnum þar á meðal skólaskyldu. Þessi aðgerð fyrsti liður í að tryggja stöðugleika og farsæld grindvískra fjölskyldna þannig að þær séu betur í stakk búnar að snúa heim. Við teljum að með þessu séum við að eyða óvissu, stuðla að árangursríkri uppbyggingu og festu í lífi grindvískra fjölskyldna. Það verður ekki ofsögum sagt að allt samfélagið í Grindavík hafi fengið að kenna hressilega á því að búa í nálægð við jarðhitasvæði og flekaskil. Orkumikið svæði sem í upphafi myndað af jarðeldi á frekar stuttum tíma. Eitthvað sem gerist með árþúsunda millibili að raungerast núna á okkar tíma. Áhrifin eru gríðarleg á náttúru, fólk og mannvirki. Við bíðum mörg, ef ekki öll, eftir að vera vakin upp að þessum óraunveruleika, sem í fullri hreinskilni sagt í raun martröðin ein. En mikilvægt að eyða eins mikilli óvissu og frekast unnt, svo Grindvíkingar geti skipulagt og tekið viðeigandi ákvarðanir fyrir sig og sínar fjölskyldur. Safnskóla fyrirkomulagið var viðbragð við neyðarástandi sem skapaðist með rýmingu bæjarins í nóvember, en var ekki hugsað sem framtíðarskipulag skólastarfs. Við sáum fyrir okkur að við værum að fara mikið fyrr heim. En áhrif náttúruhamfaranna og líf bæjarbúa hafa verið gríðarleg og nú blasir við nýr veruleiki. Uppkaup ríkisins á fasteignum eru hafin, lögheimilisflutningum frá Grindavík fjölgar og fyrirsjáanlegt tekjufall sveitarfélagsins mikið. Það okkar skylda að bregðast við og búa svo hnútana fjárhagslega að bærinn okkar geti tekið við sér hratt og örugglega þegar aðstæður leyfa. Með ákvörðunum sínum vill bæjarstjórn stuðla að stöðugleika í lífi barna og minnka álag á fjölskyldur. Þá markmiðið að tryggja börnum og ungu fólki gott umhverfi fyrir leik og nám og vinna gegn félagslegri einangrun og tilfinningalegum erfiðleikum. Ákvörðun lokun safnskóla tekin þar sem ljóst þykir að það fari betur á því að halda úti hefðbundnu skólahaldi við viðunandi húsnæðisaðstæður með möguleikum til að sinna ákveðum aðalnámskrár í skólum sem reknir eru nú þegar. Ítarleg greinargerð var unnin fyrir bæjarstjórn Grindavíkur áhrif náttúruhamfaranna á börn í tengslu við félagslega þarfir og fyrirkomulag skólagöngu. Ég hvet ykkur til að skoða greinargerðina sem verður birt með frétt á þessum upplýsingafundi. Veturinn hefur verið okkur öllum erfiður en sumarið handan við hornið. Á sama tíma og ég óska ykkur gleðilegs sumars vona ég innilega að við getum sameinast í okkar blómlega samfélagi fyrr en síðar. Takk fyrir þetta, Ásrún. Ég ætla aðeins að koma inn á svona praktísk mál verða skólamál Grindavíkurbæjar og stuðning við börn og ungmenni. En bara kæru fjölskyldur og börn. Þegar kemur að því að tryggja næstu skref varða skólagöngu grindvískra barna,
er megin áhersla lögð á það sem börnum er fyrir bestu. Bæjarstjórn og stjórnendur Grindavíkurbæjar glíma nú við fordæmalausar aðstæður og ekki annað að sjá en þær haldi áfram ófyrirsjáanlegan tíma. Við þessar aðstæður þarf að huga heildstætt að málefnum, stöðu og hagsmunum grindvískra barna og fjölskyldna til framtíðar, en ekki síst réttindum og farsæld barna og ungmenna bæði til skemmri og lengri tíma. Íbúar Grindavíkur þurfa vegna stöðunnar afmarkað tímabundið að búa og sækja þjónustu og skóla utan bæjarins. Til þess að tryggja fullnægjandi réttindi og þjónustu má gera ráð fyrir því að ákveðinn hópur foreldra barna á Grindavík flytji lögheimili sitt til þeirra sveitarfélaga þar sem þeir hyggjast búa að svo stöddu. Mikilvægt er að börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra fái á næstu vikum og mánuðum markvissan og fjölþættan stuðning við þær áskorunir sem þau glíma við og upp geta komið. En unnið er að því að setja á laggir þjónustuteymi til að tryggja samþættan stuðning við bæjarbúa með það markmiði að tryggja samþætta þjónustu og farsæla framtíð Grindvíkingum til heilla. Nýjar áherslur þjónustuteymi fyrir Grindvíkinga verða kynntar á næstunni. En til að tryggja farsæld grindvískra barna mun Grindavíkurbær með stuðningi stjórnvalda bjóða upp á sálfélagslegan stuðning fyrir börn og ungmenni frá Grindavík í formi námskeiða, sálfræðivitala og fjölskylduráðgjafar. En lögð er áhersla á að skólar og kennarar sem verða með börn frá Grindavík næsta haust fái fræðslu og ráðgjöf áföll barna. Foreldrar grindvískra barna geta sótt sálfélagslegan stuðning í gegnum íbúagátt Grindavíkurbæjar, en einnig er hægt að fara á island.is eða senda okkur bara einfalda tölvupóst á ráðgjöf@grindavík.is. En hvað varðar fræðsluskyldu barna með lögheimili í Grindavík? En þegar kemur á grunnskólagöngu barna, þá mun Grindavíkurbær uppfylla fræðsluskyldu sína gagnvart þeim börnum sem verða með lögheimili í Grindavík með samningi við annað sveitarfélag. Þau börn sem verða með búsetu og lögheimili í Grindavík næsta haust skulu sækja þann skóla sem Grindavíkurbær hefur gert samning við og gert ráð fyrir skólaakstri fyrir þau börn. En hvað varðar innritun í grunnskóla í hverfisskóla? Foreldrar sem hafa búsetu í nýju sveitarfélagi þurfa að innrita börn sín í hverfisskóla eins fljótt og hægt er. Lögð er áhersla á að þó svo að þeir séu ekki búnir að færa lögheimili geti þeir innrita börn sín í skóla og frístund, en gera má ráð fyrir að önnur sveitarfélög leggi áherslu á að skráning lögheimilisbarns verði í því sveitarfélagi þar sem barnið sækir skóla. En ljóst þykir að allir sem eiga lögheimili í sveitarfélagi fái undantekningarlaust skólavist í sínum hverfisskóla. Gera má ráð fyrir að einhver börn í 9. og 10. bekk grunnskóla vilji vera áfram saman með vinum sínum sem búa í öðru skólahverfi eða jafnvel öðru sveitarfélagi. Í þeim tilfellum geta foreldrar leita til skólastjórnenda möguleika á slíku. Ef er að ræða skólavist í öðru sveitarfélagi en skráð lögheimili er í, þarf einnig að sækja heimild hjá lögheimili sveitarfélagi þegar vilyrði skólastjóra liggur fyrir. Rétt er að vekja athygli á að aðstæður í skólum geta þó verið ólíkar og leið möguleiki þeirra að taka við nemendum sem ekki búa í skólahverfinu takmarkaður. Má til dæmis nefna fjölda nemenda í árgangum og húsnæðismál sem geta verið með þeim hætti að erfitt er að taka við nemendum sem ekki eiga lögheimili í hverfisskóla. Já, góðan daginn. Ég ætla aðeins að fara yfir varðandi leikskólabörn. Hvað varðar þau, þá hafa margir foreldrar sótt leikskólavist í sínu nærsamfélagi. Aðrir hafa sótt en verið vísað frá vegna lögheimilisskráningar, vegna þess að þeir eru enn með lögheimili í Grindavík. Við höfum óskað eftir að sveitarfélög taki vel á móti umsóknum foreldra leikskóla og að þeir fái sömu afgreiðslu og aðrir með lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi, enda flytji þeir lögheimili í það sveitarfélag þar sem þeir hyggja að búa og sækja þjónustu. Þeir sem ekki verða komnir með fasta búsetu þegar líður á sumarið geta óskað eftir ráðgjöf hjá Grindavíkurbæ til að tryggja börnum þeirra leikskólapláss. Og við hjá Fræðslusjóði Grindavíkurbæjar viljum bara hvetja ykkur foreldra og börn til að senda okkur þá fyrirspurnir á ráðgjöf@grindavík.is og
ef það einhverja spurningar sem vakna hvað varðar skólamáli eða önnur stuðningsúrræði og við gerum okkur allra besta til þess að reyna að verða við og svara sem fyrst. Við ætlum að fara hérna aðeins yfir, okkur hafa borist bara nokkra spurningar fyrir þessa útsendingu og ég er með svo hérna hjartnama spurningu frá nemanda grunnskóla Grindavíkur en þar kemur fram að mörgum börnum líði illa yfir því að skólinn verði ekki starfandi næsta skólaár og líka þarna er velt fyrir sko hvort að það ekki verið horft til óska nemanda frá barnaþinginu. En við vitum og við skiljum það að þessum breytingum þeim fylgir álag en eins og Jóhanna Lilja sagði að þá er stuðningur í boði, bæði námskeið og sem geta gagnast vel og líka viðtöl hjá sálfræðingi. Og hún benti einmitt á að það er hægt að senda tölvupóst á ráðgjöf@grindavík.is og óska eftir aðstoð ef ykkur líður illa. En varðandi barnaþingið þá komu margar ótrúlega góðar hugmyndir frá okkar frábæru nemendum og ég get sagt það að það hefur verið að vinna með þessar hugmyndir og hvað sé hægt að gera fyrir grindvísk börn og ungmenni til þess að þau haldi svona þessum tengslum út af því að tengslin og það að við höldum í samfélagið okkar, það er bara gríðarlega mikilvægt. Og við þökkum fyrir þessa spurningu. Já, ég ætla aðeins að fara inn á hérna okkur barst spurning frá henni Halldóru og hérna hún hljóðar bara svona: Góðan dag, staðan er svo að ekki munu sækja þann skóla og það verður þá boðið, við gerum ráð fyrir því að verður boðið upp á skólaakstur fyrir þá sem erum bæði með búsetu og lögheimili þá í Grindavík á þeim tíma, næsta haust. Ég er með spurningu varðandi leikskólamál sem okkur barst sem hljóðmar þannig: Hvernig er Grindavíkurbær að vinna því að tryggja öllum börnum leikskólavist frá og með hausti og hvaða sveitafélög eigið þið við þegar við erum að tala þessi sveitafélög sem við ætlum að vera í samskipti við, ræða við? Já, sko, við erum í samningaviðræðum við öll önnur sveitafélög, þau eru öll þar undir. Ljóst þykir að lögheimili barna skiptir máli þegar kemur að því að aðgengi barna að leikskólaplássum. Þannig að það er þannig varðandi það. Og svo er hérna líka önnur spurning sem kom inn í gegnum ráðgjöf@grindavík.is fyrir fundinn og það er spurt, það er hún Ísabella sem spyr hérna af hverju gengur svona illa fyrir Grindavíkurbæ að greiða öðrum sveitafélögum með grindvískum börnum sem komist hafa inn í leikskóla annars staðar eftir rýmingu til að eiga fullan rétt á vistun. Ég held að þetta sé bara, með vistunartíma og það að vera að barnið sæki leikskóla utan lögheimilis sé bara mjög mismunandi hvernig sveitarfélög bregðast við, en við í raun og veru þegar við þessar fordæmalausu aðstæður sem við stöndum frammi fyrir Grindavík þá var það alveg ljóst að við rýmingu að þá voru ekki til einhverju viðmunarreglur sem við gátum fylgt eftir varðandi kostnað milli sveitarfélaga vegna náttúruvá. Enda líka eitthvað sem kannski held ég að fáir við á Íslandi voru kannski ekki undirbúin undir þessa sviðsmynd en við, það er unnið að slíkum samningi núna milli sveitarfélagana og vonir standa til að það bara klárist bara núna næstu vikum eða jafnvel dögum en svo líka ætla ég kannski að nefna það að svona almenna reglan að eru þetta svo að barn hafi lögheimili í því sveitarfélagi sem sækir leikskóla eða með leikskólapláss og en ég hugsa ef ég ætti að gefa Ísabellu ykkur ráð að þá myndi ég kannski bendinni bara á að skoða jafnvel að íhuga lögheimilisskráningu barns, hvort að það myndi breyta stöðunni fyrir barnið eins og staðan er í dag. Já, fleiri spurningar bárust okkur ekki fyrir útsendingun, eins og við sögðum þá endilega sendið okkur fyrirspurnir. Við efumstum ekki annað en að það sé hvíla margar spurningar á fólki en mér langar kannski líka að nefna að þetta er svona kannski upplýsingafundur og við sjáum kannski fyrir okkur að við getum upplýst íbúa með þessum hætti varðandi ákveðið máli í framhaldinu. En við þökkum áheyrnina. Takk fyrir.